Það allra mikilvægasta fyrir góða nætursvefn er regla og rútína. Regla á því hvenær þú ferð að sofa á kvöldin og hvenær þú ferð á fætur á morgnana alla daga vikunar og góð rútína í kringum svefnin. Þetta bæði tryggir þér betri svefngæði og er líka góð forvörn gegn svefnvanda. Lífstíllinn hefur mikil áhrif á svefn og svefngæði. Reglubundin hreyfing eykur svefngæði, þannig við ættum öll að reyna að hreyfa okkur að lágmarki 30 mínútur á hverjum degi, velja okkur hreyfingu sem við höfum gaman af, en ekki að hreyfa okkur of nálægt svefntíma. Að borða holla og fjölbreytta fæðu er mikilvægt fyrir stillingu líkamsklukkunar og góða nætursvefn. Það skiptir máli að borða ekki of nálægt svefntíma, ekki borða þungar máltíðir seint á kvöldin og passa okkur á sykurneyslu, koffíni, áfengi og nikotíni þar sem allir þessir þættir hafa neikvæð áhrif á svefngæði og geta dregið úr djúpsvefni. Koffín er örvandi efni sem hefur langan helmingunartíma, þannig ef við viljum fá koffínlausan svefn þá ættum við að forðast koffínneyslu eftir hádegi. Skjánotkun á kvöldin hefur ekki góð áhrif á svefn. Bæði geta skjátækin verið tímaþjófar sem að valda því að við förum of seint að sofa, en það er líka birtan frá skjátækjum og áreiti sem að fylgir skjánotkun sem er örvandi fyrir heilan og heldur honum vakandi sem er ekki æskilegt á kvöldin. Það er algengt að þegar fólk leggst á koddann á kvöldin að þá fyrir hugurinn á flug og skyndilega munum við eftir einhverju sem við glemdum að gera við daginn eða verkefnum sem bíða okkar næsta dag og það virðist oft vera sem að minnstu hlutir fara að vaxa okkur í augum og valda okkur kvíða og áhyggjum á þessum tíma. Svo jafnvel þegar við vöknum næsta dag og hugsum þessi atriði þá eru þau ekki eins kvíðvænleg í dagsbirtunni. Og það er ástæða fyrir því að þetta gerist, að það kviknar í áhyggjum á kvöldin. Vegna þess að framheilin sem að stýrir skynsemi og rökhugsun, hann fer í dvala á kvöldin og er einfaldlega bara ekki virkur, sem að segir okkur það að við erum ekki góð að leysa vandamál eða glíma við kvíðvænlegar hugsanir seint á kvöldin. Það er mikilvægt að gefa heilanum og líkamanum tíma til að gíra sig niður eftir amstur dagsins og gera sig tilbúin fyrir svefnin. Þannig getur róleg kvöldrútína gert mjög mikið þess að stuðla að góðum nætursvefni. Til dæmis að fara í heitt bað, lesa, gera sig tilbúin fyrir næsta dag, þannig að maður sé orðin rólegur þegar maður leggst á koddann og tilbúin til að fara að sofa. Það er mikilvægt á kvöldin að draga úr ljósmagni til að stuðla að eðlilegri framleiðslu melatónín, sem er svefnhormón í líkamanum sem við myndum í myrkri og hjálpar okkur að sofna. Að sama skapi er mikilvægt að fá dagsbirtu eins fljótt og mögulegt er þegar við vöknum á morgnana. Draga frá gluggatjöld, kveikja skær ljós og taka inn birtuna. Það hjálpar heilanum að vakna og segir líkamsklukkunni að dagurinn sé byrjaður. Og fyrir okkur sem búum hér á Íslandi er mikilvægt að taka D-vítamín sérstaklega yfir vetramánuðina. Streita er algeng í nútíma samfélagi og hefur mjög mikil áhrif á svefn. Það er mjög mikilvægt að kortleggja sína streituvalda og finna leiðir til að draga úr streitu í daglegu lífi. Það er mjög einstaklingsbundið hvaða leiðir virka vel, en hreyfing, félagsleg samskipti, slökun, jóga nýdra, öndunaræfingar, komast út í náttúruna, þetta eru dæmi leiðir sem geta virka vel til að losa streitu í daglegu lífi. Ég hvet þig til að setja slíkar athafnir í forgang og gefa þeim vægi í daglegu skipulagi því það margborgar sig bæði betri líðan og bættum svefni. Við höfum öll 24 tíma í sólarhringnum og flest þurfum við að sofa í 7-9 tíma til að líða vel og vera heilsuhraust og geta sinnt okkar daglegu verkefnum með sóma. Það er mjög mikilvægt að klípa ekki á svefninum til að sinna öðrum athöfnum dagsins. Hvort sem að það er vinna, fjölskyldulíf, félagslíf, mæti líkamsrækt eða annað, við viljum ekki klípa af svefninum vegna þess að þá borgum við skattinn fyrir það einhvers staðar. Setjum svefnin og svefnheilsuna í forgang.